Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri heldur árlega ráðstefnuna Sjónaukan. Þar flytja nemendur lokaverkefni sín og haldnar eru málstofur og ýmis erindi. Þar hittum við Jóhönnu Ólafsdóttur ljósmóður sem var nýbúin að kynna niðurstöður úr meistaraverkefninu sínu. Hún tók viðtöl við ljósmæður sem höfðu hætt eftir áföll í starfi. Lítill sem engin stuðningur við ljósmæður tekur við þegar alvarleg atvik hafa átt sér stað á meðgöngu eða við fæðingu. Já, ég gerði þetta verkefni í samvinnu við Dr. Sigfríði Ingu Karlsdóttir, leiðbeinanda, kennar við Háskólann á Akureyri og hún gerði rannsókn bara nýlega á upplifun ljósmæðra alvarlegum atvikum í fæðingum og það var rauninni fyrsta rannsóknin bara á þessu sviði, bara hérlendis og eftir ég kom inn í skólann og var svona að reyna að velja mér efni þá talaði ég við hana og úr varð þessi rannsókn að skoða upplifun ljósmæðra af þeir sem hætta að starfa við fæðingar í kjölfar alvarlegra atvika í starfi og það var bara þörf á því, sýnist mér á niðurstöðunum. Greinilega og líka ótrúlegt að þetta sé í fyrsta skipti sem að einhver rannsakar það. Já, og svona einblínir á ljósmæður sérstaklega. Já. Það er bara mjög áhugavert. Maður kannski hugsar ekki alltaf, fólk er kannski upptekið af hvernig foreldrarnir upplifa fæðinguna. Já, algjörlega. Og það er náttúrulega svakalega viðburður í lífi fólks þegar að fæða barn. Algjörlega. En maður gleymir alveg í, ef það gerist eitthvað, kemur eitthvað upp á, þá er örugglega mjög fáir að pæla í því hvernig það hafði áhrif á ljósmóðurina. Já, einmitt, það er svolítið þannig og maður svolítið heldur bara áfram í gegnum þetta ferli. Sama hvað kemur upp á, þá bara vinnum að vinnuna og reynir að standa baki þessu fólki sem er að aðstoða. Jóhanna vitnaði beint í viðtölin sín við ljósmæðurnar í fyrirlesturum sínum sem var mjög áhrifamikið. Við báðum Jóhönnu að lesa fyrir okkur nokkrar tilvitnanir. Það var enginn sem hringdi í mig, það var enginn sem talaði við mig og mér finnst einhvern veginn þegar ég hef farið á ljósmæðrasamkomur að mér sé ekki einu svona heilsað. Mér finnst eins og ég sé einhvern veginn svona óþægileg ljósmæður. Eins stórkostlegt það er að vera með fólki í gegnum þetta ferli, þessar stóru stundi lífið er eignast barn, að þá eru ljósmæður kannski í svolítið svona sérstöðu vegna þess að þær tengjast konum yfirleitt mjög sterkum böndum í þessari fæðingu og eru þess vegna svolítið viðkvæmari fyrir, eða þær eru svona útsettari fyrir að áfallið hafi meiri áhrif af því að þetta verður svolítið persónulegt. Þetta verður svolítið persónulegt. Sérstaklega í þessum aðdraganda sem getur oft verið mjög langur. Hann getur verið mjög langur og því lengri er því meiri tengingar orðin og það gerir ljósmæður viðkvæmari fyrir. Þannig að áhrifin á þær geta orðið alveg gríðarlega ef það verður alvarlegt atvik og þær hafa oft þeirra svona upplifun er oft að þær einhvern veginn séu ábyrgar þótt að séu það náttúrulega kannski alls ekki og þær upplifa alls konar bara sorg og vanlíðan og kvíða og allt þetta í tengslum við þetta og ná kannski illa að losa sig við þetta. Og í sumum tilfellum verður bara til þess hreinlega að það er hætt að starfi. Já, algjörlega. Stundum bara verður því miður afleiðingin sú að þær bara ákveða að yfirgefa starf sitt, bara ná ekki að vinna sig út úr þessu áfalli og hafa ekki til þess stuðning og geta ekki sótt hann, bara vanlíðan er það mikil að útkoman verður því miður svo að þær ákveða að fara úr starfi. Það var eins og ég hefði verið slegin. Ég reyndi af og til að ræða þetta, koma því að mér liði illa yfir þessu. En það er einhvern veginn eins og þú færð ekki samtalið, þú færð ekki að viðræða að losa þig við þessa vanlíðan. Finnur ekki einhvern veginn staðinn til þess að... Nei, til að losa þig við það sem þú þarft í rauninni til að komast yfir þetta. Því að það ætti kannski að vera hægt að vinna betur með þetta. Maður einhvern veginn ímyndar sér það allavega að það mætti gera tilraun til þess svona miðað við niðurstöður rannsóknarinnar að þá er ýmislegt hægt að bæta og það væri mjög áhugavert að koma því meira áleiðis. Það væri til dæmis hægt að setja upp einhvers konar verkferil þar sem að færi bara eitthvað í gang í kjölfar alvarlegs atviks af því það dylst nú engum hvað það til dæmis gæti verið. Já, að það myndi þá bara fara í gang eitthvert batteri þar sem að ljósmóðurinn væri tekin með. Algjörlega. Eitthvað slíkt. Já, algjörlega og það þyrfti svolítið að samræma þetta náttúrulega bara all land í rauninni og það þarf einhvern veginn að gera þetta bara aðgengilegra og þetta þarf að vera meira svona eitthvað sem er bara í boði og það rauninni að þú lendir í einhverju að þá rauninni bara ferðu í það ferli sami rauninni hvernig þið líður í dag af því þeir getur liðið miklu vera morgun eða í kvöld eða næstu viku. Í þessu fræðilega efni til dæmis sem að ég fór yfir þá kemur til dæmis að ljósa að ljósmæðranemar og ungar ljósmæður í starfi þær eru meira útsettar fyrir og maður skilur það náttúrulega vel, það er ekki með þessa reynslu á bakinu og svona þannig að við þurfum kannski að vanda okkur ennþá meira með þær og svo náttúrulega bara halda þessu út sjálfsög starfsæfina hjá öllum að bjóða upp á aðstoð. Það sé í boði. Það sé eitthvað í boði.
Það alltaf þetta bara, þú lætur bara vita. Þú lætur bara vita og það örugglega það sem þú átt að gera en þú getur það bara ekki. Þú getur bara ekki látið vita þegar þú ert í þessum aðstæðum. Það geti kannski oft líka verið bara að fá vettvang til þess bara að tala. Já, algjörlega. Það sem að þú upplifir út frá þér, ekki út frá hinum. Algjörlega þannig sko og það nefnilega einmitt það sem kannski skiptir mestu máli, það að fá að tala. Það kannski einmitt bara svo einfalt úrræði sem þarf, það að fá að tala. Þessar konur sem að þú talaði við, misjafnt svona hvað þær voru búin lengi í starfi eða voru einhverjar sem voru búin lengi eða? Já, það var raunin allur gangur á því en við rauninni bara að því að ljósmæðrastéttin lítil stétt og úrtakið var lítið og allar svona fæðingarsögur og atburðir og atvik svolítið svona fljót að berast þetta litla land að þá rauninni fjallaði ég ekkert neinar svona bakgrunnsupplýsingar bara til rauninni að vernda mína viðmælendur. Einmitt. En þetta voru konur með reynslu í starfinu og bara allavega klárt mál mikill missir fyrir stéttina. Mikill missir fyrir stéttina, mjög mikill missir, bara því miður. En þú veist, svona rannsóknir sem þetta gefur kannski tækifæri til einmitt að vekja umræðu á þessu og viðbrögðin hafa bara rauninni verið góð og það kannski það besta við þetta að taka svona efni fyrir, að það kemur upp umræðu þetta og það kemur upp svona samtal og áhugi og vonandi bara verður það til góðs þannig að það verður bætt eitthvað úr. Þetta var rosalega flókin ákvörðun. Þetta bara vinna sem ég ætlaði að vinna alltaf. Það var rosalega mikið sorg við því að hverja vinna sem þú ætlaðir alltaf að vinna. En þetta var líka ákveðin léttir eins og einn sagði, nú veit ég hvað ég ætla að velja. Ég ætla að velja mig sem lýsir rauninni bara að henni fannst hún var að losna undan einhverju oki sem var þá álagið og allt þetta sem fylgdi. Við erum þá að tala í rauninni vinnu sem miklu meira heldur en vinna. Já. Þú ert í rauninni bara í vinnu þar sem þú þarft að helga þig alla og kannski verður eitthvað út undan í þín einlífi þá. Algjörlega og það segir einmitt einn hérna. Ég meina maðurinn minn segir bara ég er að fá þig aftur. Þú veist, ég var bara ekki þáttakandi í fjölskyldunni á stórum hluta. Það er svakalegt að upplifa það líka eftir á. Bara sjá það þegar maður horfir tilbaka. Og þú varst bara fjarlægur og algjörlega. Þetta sérst bara raunveruleg upplifun hjá einni af þessum konum? Já, þetta bara raunveruleg upplifun allt sem við erum búin að fara hérna yfir og bara því miður og þetta á bara við þessar ljósmæður. Þetta náttúrulega svona einlega rannsókn sem rauninni bara þannig að niðurstöðurnar fjalla eingöngu þessar ljósmæður en maður getur auðvitað dregið sínar ályktanir út frá þessu. Af því að niðurstöðurnar varðandi þessar 7 ljósmæður sem ég talaði við þær voru mjög svona samhljóma. Þannig að það bendir svona einhvern veginn til að maður svona vill hugsa til þess að það getur fyrir að við þurfum að bæta aðstæður fleiri heldur en þessara.